Góðan daginn og velkomin í hús. Ekki kannski fallegri með gleraugun? Geti verið, ég sé allavega sjálfa mig betur með gleraugun. Þannig ég hlýt að vera fallegri þannig. Þetta er aldurinn sem gerir það sem gefur okkur gleraugun. En aldurinn er bara aldur og ekkert að manna segja og meðan maður svona heldur fullir í fimm og fullir í heilsu þá er þetta náttúrulega eldast. Ég var að mynda að hugsa það á leiðinni hingað að ég var á sjó lengi og mörg ár og ég fór að hugsa það að ekki það að mig langi neitt til að byrja, ég fór að hugsa svona hvort eitthvað tæki var svona kall í dag sko. Ég reyndar efast nú að nokkurt fyrirtæki gerði það en svo fór ég líka að hugsa það, maður mann alveg eftir vinnun borð og maður var prílandi upp á allt maður sem hægt var að príla upp eftir og þurfti að gera þetta bara vegna starfsins. Myndi ég treysta mér í þetta í dag, kannski sumt, en örugglega ekki allt. Þannig að það er vist ekkert það að ræða að fara út í þessa sálma. Það er allt í lagi. Ég hef fullt jobb í kirkjunni og það ræði ég mér 105% sjálfur. Já, þannig séð, ég náttúrulega hlýði bara Drottni og hann er svo besti vinnuveitandi sem ég hef nokkurn tímann haft. Og ég er alveg viss að þú ert sammála mér þar ef þú þekkir málið. En að vera í kirkjunni, eins og ég segi starfandi þar, að það er ekkert letilíf. Þú ert ekkert með neinn vegstjóra yfir þér sem að segja þér þetta og segja þér hitt. Þú finnur þetta allt upp sjálfur. Og ég veit þú trúir því ekki, þú trúir ekki neinu sem ég segi hvort þið er. Þannig að ég er starfandi frá morgni til kvölds, alla daga. Ef það er bankað hjá mér, kemur einstaka sinnum fyrir, þá tekur mig smá tíma að svara, fara til dyra, veistu af hverju? Ég er svo svakalega flott búinn út að ég sitt í hægindastól, leysibói, og þar sanga ég öll að mér sé alltaf að fara að gera. Svo er bankað og sjálfsagt eru þeir sem að fyrir fram að dyrnar eru, ef þekki ekki máli, það var óvanlega lengi að svara maður, bankinu. Það er vegna þess að ég þarf að tína þetta allt af mér. Þannig að maður leipur ekkert bara bingo og til dyra. Þó maður myndi vilja það, þá bara þarf maður fyrst að aðeins að laga til hljótsir. Það er vegna aðstæðna. Ekki heldur hvertu við yfir því. Heldur erum við mjög þakkláttar mannesku fyrir það að Drottinn leyfir manni að gera eitthvað. Já, ég er mjög þakkláttur fyrir það. Og þannig að ég veit ekki hvort ég veit að hagar ekkert öllu hjá öllum til með þessum hætti. Í dag, þegar maður var 10 ára, þá kallaði maður 72 ára menn gamla kalla, þannig að maður er gamall kall í dag. En ég er alveg, ég er alltaf eitthvað að gera og ég hef alltaf verið þannig og það hefur ekkert breyst. Þannig að maður lítur að vera smá eisturlugur allavega. En hver verður að hafa þetta eins og hann vill? Þegar að menn finna sér ekki til að gera, þá er það líklega vegna þess að þeir hafa aldrei vanið sig á að taka eitthvað upp hjá sjálfum sér, þannig séð, og lotið stjórn annarra manna og kvenna, kallar sem að búa við ráðríka eiginkonu, þeir þurfa nú ekki að hugsa mikið fyrir því hvað þeir eiga að gera því að kellingi sér þetta allt. Skipar kallinu til hægri og vinstri og kallin leipur. En svo þegar kellingagreið nýtur ekki við, þá var hann bjargarlaus. Leiðist liðangandaginn. Þannig að maður missir sjálfstæða hugsun, þá er ekki gott í efni.
En sjálfstæð hugsun, hún viðhelst. Ég hef alltaf verið þarna. Ég hef alltaf haft þessa sjálfstæðu hugsun og verið að dunda mér lón og dón, eins og einhver sagði. Þess vegna leiðist mann nú yfirleitt aldrei. Jú, manni leiðist nú stundum. Nei, veistu það, mér leiðist eiginlega aldrei. En ég veit svo sem alveg hvað það er að leiðast. Það er helst þá þegar ég er eins og þú og ég detti letikost stundum. Ég finnst það bara fínt. En letikasti má náttúrulega ekki vera í gangi í mánuði seinna, en kannski einhverju klukkutímar getur það nú kolst yfir mann. Veit ekki hvað þú gerir. Þegar ég er í þessu, þá set ég bara einhverja góða mynd á. Ég hef gaman að ég horfa á góða myndir. Ég get alveg hort á góða mynd aftur og aftur. Og það er ekkert verra að horfa á mynd aftur og aftur og aftur, því að þegar þú gerir það, þá sérðu oft eitthvað nýtt í hver skipti. Því að ein bíómynd er þannig gerð að hún er rosalega samansett af rosalega mörgu efni, þannig séð. Og þú horfir á hana, geispandi kannski, finnst hún svo leiðileg. Og þú geispar yfir henni allan tíman, en tekur hún svo úr og fannst hún alveg hrikaleg maður. Og svo einhverju seinna þá tekur hana fram aftur, því við getum alveg hort á þessar myndir aftur og aftur, og þá er hún orðin nógu góð. Svo þegar ég skildi þá, hún vá, þetta er besta myndin sem ég séð. Akkur ég. Það sé nú ekki líka vegna þess að við erum svo misjálflega stemmt fyrir því sem við erum að gera. Hugsa það. Þannig að það er svona ástæður alveg fyrir öllu. En það er Kristur. Við viljum tjá okkur Krist. Við eitthvað hann að segja. Þú hefur ekkert hann að segja, þá er vegna þess að þú þekkir hann ekki neitt. Og ef þú þekkir hann ekki neitt, er það vegna þess að þú ert ekki trúuð manneskja. Því að þegar þú ert orðin trúuð manneskja, eins og ég, þá fer að kynna þér. Eins og ég oft sagt og vitnað að þá var það eiginlega það fyrsta sem að ég uppgötaði trúuð manneskja. Þá átti ég ekki Biblíu. Og ég man ekki hvort að mér var gefið Nýja testamenti fyrir trú eða eftir trú. Ég held reyndar að mér hafi verið gefið lítið testamenti fyrir trú. Og ég náttúrulega greip hana þegar ég var orðinn trúaður. Og las það 68 mótilega þýðingunni. Það eru konar 2 síðan. Þannig að ég þekki bæði það módel og svo 80 módelið og svo nýjustu þýðingun. Og hver af þeim er best? Sumir segja 80 módelið sé best. Ég er ekkert það. Ég tek þessu bara fegins hendi og ég hef ekkert orðið fyrir neinu tjóni að ég að lesa nýju þýðinguna. En ég er þetta ekki bara hroki í mönnum þegar þið fara út í þessa salma. Ég held það. Þetta er kannski hroki að því leyti til að menn eru jú vanafastir. Ég get alveg tekið undir það. Og 1980 mótilið, menn fengu sér það nú held ég, flestir. Hvenær kom nýjasta þýðingi? Það var það 2000 eitthvað svoleiðis. Þá voru þeir kannski búin að lesa þetta 80 mótil þangað til og þeir fengu sér hana og voru alveg hundaóanaðir með hana, þýðinguna. Ég var með, las testamentið, ég átti bara testamentið til að byrja með, fyrir 1980 og ég las að ég eignaðist ekki hitt fyrir löngu seinna, löngu eftir ég var trúað, þá keypti ég mig loksins 80 módelið af Nýja testamentinu, eða Biblíuna þá alltaf, og Nýja testamenti, ég hef alltaf átt þetta saman. Og vinurinn fór nú að njóta ýmislegt sem þar var. Og það tók hann svolítið tíma að láta þetta ekki trufla sig. Og ég get alveg sagt það að sumt
svona maður fór að venjast þessu, að sumt í fyrri þýðingunni, fyrir 80, ég fannst það og finnst ennþá vera betri heldur en í 80 og sumt í 80 finnst mér vera betri þýðing en nýjustu þýðingunni sem allir voru tíma að sammála þetta var bara ótækt, þetta var bara ónýtt. Ég heyri nú engar tala með þeim hætti í dag. Og hér hefur orðið hræðileg gleymska. Ég hef gleymt að taka með mér klukkuna. Ég held ég geti séð eitthvað hér. Það er ljótt að líða maður. Já, þetta er bara, við erum rétt að byrja. Ég sé það núna hvað það er, með gleraugunum. En þess að testamentið, það var mér kært alveg strax. Og ég var alltaf með það, ég var svona. Brjóstóðsson. Ég er reyndar hættur því, en ég var lengi með það í Brjóstóðsson. Kannski lærði ég þetta af honum sem var svona guðfaðir minn í trúnni, frendi minn, blessaður, blessuð sem minni kann. Hann var alltaf með sitt í Brjóstóðsson. Hann gaf mér þetta Nýja testamenti, litla hver, sem að ég var ekki á leiðinni að fá mér, ég sagðist alltaf vera að fara að fá mér. Svo er ég að fara frá honum einn daginn og þá stendur hann til dyrunum eins og vanalega og tekur þetta litla hver úr brjóstóðanum og segir: þú ert líklega maður sem gerir ekki það sem þú þarft. Já, kannski og eiga þetta. Og ég segi: hvað er þú? Það ert ekki að fá, þú þarft að lesa þetta alveg svo ég. Já, ég kaupi mér bara Nýtt testamenti, já, og það er líka hægt. Þannig hann svona ýtti mér af stað í þessu öllu saman og frá þeim tíma hef ég átt orð Guðs. Og það er í dag, 2026, ég frelsaðist í 1989. Það gerðist bara sig svona. Ég stóð í herberginu mínu og þá var ég komið með þetta litla hver og ég man að ég opnaði það og las einhverja setningu, ég veit ekki, man ekki hvað, þá frelsaðist ég. Það var til Guð. Og það var ekki aftur snúið með það. Og hér er þessi einstaklingur enn, sem mann eins og hefði gerst í gær þegar hann sagði: nú, það er bara til Guð. Aldrei veiklast í því. Og aldrei veiklast í nafninu Jesú. Ég er kannski heppin manneskja því leyti til að ég leit aldrei neitt á fólkið. Það var náttúrulega bara eins og það er, maður náttúrulega búin að umgangast fólk alla sína ævi. Og það var svona í dag, það var svo morgun. Og maður sá að þetta ágæta trúaða fólk var svoleiðis. Og það var svo sem ekkert furðulegt við það, því að þetta er bara fólk eins og ég og þú. Og mér er þess að trúið manneskja getur upp og niður í skapferli. Ekki svo að skilja, ég held að menn síðan sem eru kristnir að þeir reynir nú að passa sig á því að stökku ekki upp á nesir og verða bara óðir menn. Það getur vel verið einhverju séð þannig, en ég þekki nú reyndar enga þannig, en menn geta skipt skapi alveg. Það er ekkert að því. En verður ekki alveg trölltir bara ef þeir eru mannælt. Sumir eru þannig. Það má ekki andmæla þeim. Þetta er eitt af því sem maður lærir í trúnni, það er að já, það má alveg andmæla manni. Þannig við erum að þroskast og það er að segja við viljum það. Við erum að vilja þetta. Og þá höfum við eitt mjög gott ráð sem fær okkur til að vilja gera til að mynda vilja Guðs. Það er að við náttúrulega erum trúaðir allan daginn. Ég er trúaður allan daginn. Ég er ekki bara trúaður einstaka sinnum og ef maður er bara trúaður á sunnudögum, sem ég segja það, þá eru bara sunnudagar hjá mér allan daga, því að ég er alltaf trúaður. Og ég elska samfélagið, hef alltaf gert það. Þegar ég bjó í Neskustad, eins og ég oft talað þá var ég líka trúaður. Bað sennilega bæninni meira þar og aldrei beðið eins mikið eins og þegar ég var þar.
Það var svona kallinu mín, það var að biðja. Ég bað og bað og bað og bað og bað. Vann mína vinnu, svo var maður bara, ég var nú ekki frá vinnu til næsta vinnu á bæn, en maður bað mikið. Ég bið ekki með þessum hætti lengur, og já, kom oft fyrir að ég var að biðja bara í klukkutíma. Já, kom oft fyrir. Ég bara fór að biðja. Svo stóð maður upp, og svo maður kom í klukkutími og meira, jafnvel. Og svona eftir að hyggja, ég velti svona stundu fyrir mér, því að þetta náttúrulega, þegar ég kom í söður, þá tók annað við, svolítið. Og ég kynnist þessu söfnuðum þá, og þóttist nú aldrei hafa happ í hendi maður. Ég dreymdi alltaf, þráði alltaf að vera í söfnuði. Var ég fyrir vonbrigðum þegar ég kom inn í söfnuðina. Vonbrigði er kannski sterkt til orða tekið. En það einnig réttlaðist allt af manni þegar maður áttagast við því að þetta er bara fólk eins og ég. Já, maður gat verið alveg svoleiðis draugfúll sjálfur, trúuð manneskja. Og akkur þá ekki allir hinir. Þetta er bara fólk. Þannig að þú sást ekki fljúgandi engla, alltaf skælbrosandi og amen og halleluja í öðru hvoru orði. Það var ekkert svoleiðis. Þú ert innan fólk og þannig er enn þann dag í dag að þú ert innan fólk sem líður svona eða einhvern veginn öðruvísi. Því að þá þú sér trúi manneskja, þá mæti þér allt sem aðrir mæta. Einu munurinn á þessu er að þú sem átt trú getur alltaf beitt henni fyrir þig. Hinir ekki trú og geta ekki beitt henni fyrir sig og espa sig upp í háa hæðir. Og svo þurfa svo að fara og biðja afsökunar á sumu. Svakalegt orðfæri maður. En við erum ekkert þarna. Að því til að mynda kannski að við sprengjum okkur ekki bara alveg upp úr öllu valdi þó við kannski getum skrappi. Og springum við ekki loft upp. Þannig að það er alltaf akkur í því að trúa. Þú sem ekki trú og veist hvað trú er, að þú veist líklega 100%, eða 110% þú klárafyrringur hvað ég er að tala um. Nei, ég er að reyna að sjá tíman og ég sé ekki inn í tíma á þessu. Og ég er ekki með hina klukkuna maður. Þannig að við verðum þá bara að tala til morguns. Það er fellegt að missa hina klukkuna. Ég tók hann ekki bara, hún er hérna á öðrum stað. Ég gríp hana nú vanlega með mér. Maður kannski, það er svo langt kannski síðan ég gerði svona þátt að maður man ekki hvernig maður gerði þetta. Nei, það er nú ekki svo langt. En, hvað um það? Ég svo málið. Ég spyr, krefjandi spurninga og ætlast til að þú svarir henni. Sjálfu þér allavega. Hvað er Kristur til þér? Hvað er hann mér? Spurðu. Allt. Allt. Ég get ekki í dag hugsað mér lífið án Krists. Ég þekki ekki líf í dag án Krists og það er bara þannig. Þetta er nákvæmlega sami Kristur og ég mætti þegar ég horfði til hliðar og sagði nú það bara til Guðs. Hann er ennþá þarna. Nákvæmlega sami einstaklingur og ég mætti þá. 89 2026. Það eru nokkrir áratugir þarna á milli. Ekkert veikleikamerki, margt styrkleikamerkið öflugri trú en var þá og skárra væri nú, segi ég nú bara. Maður eins og ég, sem í raun og veru, strangt til tekið og þetta ég er ekkert að ljúga að ykkur, hefur verið allur í þessu, alla þennan tíma, frá morgni til kvöld. Frá því að maður vaknar í raun og veru og þannig að maður fyrir að sofa þá er maður í þessu.
að dunda sér eitthvað við þetta. Allt sem ég geri í dag, það er tengt trúnni. Obbi, ég veit að þú býður eftir skrifunum mínu, þeir finnst þau svo góð. En eins og þú sér, þá Obbi skrifana tengt trú með einhverjum hætti. Og hvaða staðfestir þetta verið er? Maðurinn er náttúrulega geðveikur. Nei, þetta er bara hans ær og kýr. Og það sem er þín ær og kýr, ég veit ekki hvað það er, það er. Mín ær og kýr er trúin, stúdera trúna, lesa trúna, læra trúna. Og þetta er bara verkefnið. Ég kann vel við það. Og því ég kann svona vel við orð Guðs, þá segir sér sjálft, maður hlýtur að vera í kirkju. Ekki? Maður hlýtur að vera í söfniði. Maður getur að vera í söfniði. Það er margt sagt. En ég man alltaf eftir því, neðu þetta þarft ekki að vera í söfniði. Þú mátt alveg vera í söfniði. En Drottinn talaði til mín þarna þegar ég ætla að tala til þín. Sem er kannski að velkjast í vafa þetta. Hvort þú þurfur nú hvað að skráði í söfnuð. Þegar ég skráði mig í söfnuð, ég byrjaði í öðrum söfnuð heldur ég er núna, var þar í nokkur ár. Þá fannst mér þetta rétt að gera þetta. Af hverju? Þá losnaði maður við þetta, ykkur myndi segja kannski valkvíða, að byrju við, það voru náttúrulega margir söfnuðir, ég var þá fluttur suður. Margir söfnuðir og áttum maður að fara þangað. Svo allt í einu ég ætla að hætta þessu. Ég ætla bara að skrá mig í söfnuð og ég ætla að vera þar. Og þar maður losnaði maður við að velja, þurfa að vera eitthvað að stoppa við að velja, býtu hvert á maður að fara í dag, maður bara fór þangað. Þetta var svona að fara léttari leiðina í þessu. En maður þurfti að taka ákvörðun. Ég man þetta því ég slóst alveg helling við þetta. Mér líka vel við alla þessa söfnuð og líkar enn vel við að ég kem nú mjög lítið í þá í dag. En það er allt í lagi. Og einn var fyrir valnum og ég kynntist því fólki þegar ég var fyrir austan. Og þetta eru allt ágættir vinir mínir í dag en þann dag í dag. Og ég mætti þar stundum á samkomur þegar þeir voru þarna réttu Egilsstöðum, hvað hét aftur staðurinn? Það skiptir ekki máli en þar voru stundum samkomur. Fólki þarna í kirkjunni kom þangað og var þarna kannski í einhvern tíma. Og ef þau voru þarna, þá voru alltaf samkomur á sunnudum og kannski einhverja bænastundir í miðri viku eitthvað svoleiðis. Og maður gat komið þangað og kom þangað svona ef maður gat það. Ég var nú reyndar ekki með eitt bíl á þessu tíma, en ég kom þangað samt nokkur sinnum, fekk far með einhverjum Norðfirðingi og ég held að hann hafa nú meira svo sótt mig einhvern tímann. Keypti skutla mér heim aftur, góði kallar hann í Norðfirði. En þetta var svona það sem maður gerði þar, en þetta var nú ekki oft, maður var ekkert alltaf á ferðinni. En reyndi að fara eins oft og maður gat. En ég var á þessum árum bíllaus. En ég er búinn að eiga núna bíl, já, keypti mér bíl, já, lokadagana í Neskaupstað, ég flutti á Egilsstaði frá Neskaupstað, þá hafði ég eignast bíl. Og ég fluttist til Egilsstaða fyrir 1900, ég manna það ekki, ég var eitthvað 1 ár þar og ég er búinn að vera með bíl síðan. Og ég er svona ykkur að segja þá að ég er þurft á bíl að halda síðan. Og þetta líka staðfestir fyrir manni að Drottinn lætur mann hafa það sem maður þarf. Í litlu plássi, eða svona litlu plássi, ég er ekki hvort að Norðfirðingar móðgist og ég segi það, en í svona litlu plássi það var ekkert mál að labba þetta. Maður labbaði í rútuna í vinnuna og
og ef það þurfti að fara í búð þá labbaði maður bara í búð. Þá var þarna, kaupfélagi var þá enn virt fram. Svo var þarna, held ég að hafa nú verið nær mér önnur verslun. Jú, það var þarna nær mér önnur verslun sem var svona upp undir að vera lágvöruverslun. Ég kom oft þangað. Ef maður fór úr rútunni hjá netagerðinni, þá labbaði maður upp brekku, beint yfir, bara upp og þar var brekka og þar uppi var þessi búð sem var þessi lágvöruverslun og maður labbaði bara þá götu upp til enda og mér minnir að það hafi verið tröppur þarna upp á veginn sem að ég bjó. Ég bjó alveg efst í bænum. Fyrir ofan mig var sjálf fjallhlíðin. Var nú svolítið ógnvekjandi fannst manni. Man ekki hvar snjóflóðið féll. En ég verð nú að viðurkenna það að ef það var snjór í fjallum og mikill snjór, þá horfði man stundum upp í þetta fjall. Ég verð nú að viðurkenna það. Svo til að kanna hvort eitthvað væri að koma eða hvort það væri eitthvað væntanlegt. En það kom nú aldrei neitt á mig að vara það. Ég held að ykkur að segja hafi nú fallið snjóflóð í Neskaupstað síðan stóra flóðið var sem að felldi allt of marga menn, unga menn og konur og ég man eftir því að ég þekkti einn af þessum strákum sem að fórst þá. Þeir voru nú reyndar ekki úr Hafnarfirði, en ég man eftir þeim í Hafnarfirði. Þeir bjuggu þar einhvern tíma í Hafnarfirði og maður kynntist þeim aðeins, eða öðrum þeirra, þetta voru tvíburar, ég kynntist öðrum þeirra svolítið í Hafnarfirði. Og ég mundi alltaf eftir þessum náunga og hann var einn af þeim sem að fórst í þessu snjóflóði. Það stutt stóra högg á milli. Slysin eru bara, þau búa því miður með okkur, þannig við losnum aldrei við slys. En við getum svo sem gert ráðstafanir til að forðast slysum og þar núna komin heilmikill varnargarður í fjallinu. Þannig að snjóflóð, ég held að það sé búið að fyrirbyggja að þau falli á byggðina þetta fyrir austan. Ég held það nú. Ef það er hægt að fyrirbyggja það, svo 100% sé sem ég reyndar efast að sé hægt. En allavega þá ber mönnum skylda til að hafa það sem að hafa þetta eins öruggt og hægt og allir eru auðvitað samstíga að gera þetta með þeim hætti. En það kostar átak og það kostar peninga, en stundum þarf að eyða alveg hellinga peningum til að gera eigið öryggi öruggara. Þannig við höfum nú ekki verið svo mikið að spara þar. Er það annars? Höfum við kannski sparað allt of mikið í þetta verk. En allavega á endan og þá yfirleitt kemur þetta. Þegar ég var fyrir austan, já, ég kom þangað trúaður. Ég frelsaðist 89 Jesús, eins og ég sagði. Og Drottinn sendi mig þaðan, já, austur. Af hverju? Ætli hann hafi ekki bara verið að taka mig frá til hann gæti kennt mér sjálfur lektíuna. Ég held það nú. Svona eftir að hyggja þá var það nú sú skoðun sem ég komst á. Og ég get alveg sagt þér það að það var ekki vinnulaust að læra lektíuna sína. Það var nú aldrei ekki maður. Maður lá yfir þessum bókum alveg lón og dón og lærði og skrifaði marga texta og þá var nú ekkert net komið, þannig að maður var að reyna að senda þetta í blöðin og þeir birtu nú eitthvað af þessu en það er ekki lengur, maður bara er með sína eigin síðu og þarf ekki að spyrja kóng eða prest hvað maður birtir og hvað maður birtir ekki. Maður ber bara ábyrgð sjálfur á sínum skrifum og eins og ég hef alltaf gert það. Ég hef alltaf borið ábyrgð á mínum skrifum sjálfur og reynt að haga þannig til
að maður sé ekki að segja einhverja staðlösa stafi þó það geti alveg hafa gerst. En þá reyndi maður að hafa þá með stöðu, þess að fara rétt með, svona eins og maður gat. Og það alveg hægt að gera það, en maður þarf þó að vera með þessa hugsun, að vera svolítið rétt hugsandi manneskja, því að maður náttúrulega heyrir alveg ótal mikið af öllum og engu eins og þú gerir sjálfur. En þú veist, ef þú nú ert á þeim stað að þurfa að tjáðu þetta, þá sérðu að sund sem menn segja að eiginlega ekki notað. Það er bara gott að vita því, því að þá fer maður bara réttu leiðin og kynnir sér málið. Það er alltaf farsalast, eða ekki? Ég tjái mig mikið Biblíuna, já, ég tjái mig mikið Biblíuna, en ég líka kynni mér málið. Ég tel mig vera nokkuð inn í þeirri bók og það er ekkert óeðlilegt við það. Þú lest á hverjum degi, búin að gera í áratugi, þá lítur náttúrulega að hafa kynnt þér bókina vel. Og það á maður að gera. Við þurfum að vita góð deili á því sem við erum að gera. Þá er tíminn, sé ég núna. Það er það ég veit ekki hvaða tímanum er maður. Ég sé ekki hvað af þessu tíminn. Er komin hálftími hjá mér? Nei. Alltaf sömu tölurnar hérna maður. Ég fætti ekki alveg þessa klukku. 28, nei, þetta er ekki það. Ekki nú konar 52 mínútur. Nei. Það skiptir ekki máli, ég tala á bara til morguns. Þú hefur hvort þeir svo gaman af þessum stílum mínum að bara vakið með mér. Það er ekki málið. En það er Guðs orð. Já, ég frelsaðist 89 og 2026 er ég enn að tala þetta Guðs orð. Ég hef alltaf gaman að því. Guðs orð er mín ær og kýr. Hefur verið það frá fyrsta degi, ég var nú búinn að segja þetta fyrr. En það má endurtaka því í góðum efnum. Og þú sér að hann kall, hefur lagt af, það var eitt sem sagði það voðalega hefur lagt af maður. Hvað megur hún? Já, ég hef nú lagt af, en ég er ekkert í neinni megur. Ég hef aldrei farið í megurinn, en stundum hef ég lagt af. Ég get nú alveg viðurkennt að ég er eiginlega hættur að borða sælgæti. Já, ég borði ekki sælgæti af því ég gleyma sem betur alltaf að kaupa það ef ég fer eitthvað. Ég kaupi nú, læt nú senda mér allt. Við gömlu kallarnir, við látum bara senda okkur. Og það þarf maður að skrifa texta og panta. Stundum stingur maður karmelinu með og yfirleitt ekki. Þannig að það var kannski ekki þessi sælgæti skrís sem að var einu sinni. En hérna, veitum við, ég ætla að hvernig stendur að ég sé ekki tíman á þessu. Þetta er ekki tíminn. Þetta er svona maður, á klukku, fína klukku að nynni maður. En ég gleymdi henni, manna eftir að taka hana með næst. Ég gleymi henni núna aldrei. En ég það núna allt er einhvern tíma fyrst. Það þekkir nú manna best. Allt er einhvern tíma fyrst. En svo breytist það upp í það sem var allt einhvern tíma fyrst upp í vanaverk. Og svo mikið vanaverk að þú voru orðin hundruður og þú voru að gera þetta einu þenn enn. Þá ertu búin að gleyma því spenningin þú varst að byrja með þetta. Það var ekki smá spenningur. Svona eru við menn. Svaka gaman fyrst. Svo fara nú brýra síga og svo hætta hvað hverju? Að því við höldum ekki áhuganum við sem þarf í verkið. Er það hægt? Það er allt hægt. Það er ég búinn að sjá fyrir löngu en það er allt hægt. Þú getur það, ég get það.
þess vegna líka hef ég ennþá jafn gaman að þessu, ég var nú að viðurkenna það. En það er annað atriði vegna þess að þetta er tengt Jesú og þú færð ekkert leið á honum. Segðu mér hvernig ég geri það. Þegar hann er lífmanns frá A til Ö, segir sig þetta sjálft og þá er hann nú manni meira en eitthvað lítið. Eitthvað bara pingu pons. Eitthvað sem skiptir ekki máli, eitthvað sem má bara sleppa. Ef hann er allt þitt líf, þá ertu bara þar. Og opnar valla mundinn öðru sinna einhvern veginn að toga hann inn í umræðuna. Af hverju? Það er alveg eðlilegt, hann er svo nálættur. Trúin gerir hann svona rosalega nálættur. Það er gott að eiga trú, áttu til trú. Ef þú átt til trú, þá veistu alveg hvað ég er að tala. En ef þú átt ekki til trú, þá verður nú svona, hvort að kallinn sé í lagi. En svo þegar þú komin til trúa sjálfur og byrjar að tala svo kallinn hérna, þá segir hann nú alveg í lagi þessi. Það komið nýtt inn. Þegar ég komst til trúar, þá sá ég lífið alveg á nýjan hátt. Allt lífið. Það bara einhvern veginn lögst upp fyrir mér allt öðru sem það hafði verið. Maður sá það núna réttum augum. Trúin sýnir þér allt í réttum augum. En þegar þú ert ekki trúaður, þá dregur upp þessa mynd og hina mynd. Og hvað af þessi rétt? Þú veist það ekki einu sinni alltaf. En auðvitað reynir alltaf að gera það sem er rétt, ég veit alveg það. En þegar þú ert komin með trú og Jesú er komin þér til leiðsagnar, þá veistu hvað er rétt. Þannig að þú getur auðvitað ennþá staðið frammi fyrir þessum valkosti, rétt eða rangt. En ég trúi því að þú veljir samt rétt. Af hverju? Það er Drottinn leiðréttir það sem þú ert að fara að gera. Konráð, hvað er það að fara að gera núna? Er nú bara að kíkja aðeins á þetta? Smá afsökun. Nei, maður hættir öllu svoleiðis. Maður bara gerir það sem maður veit að er rétt og sleppir öllu hinu. Þannig þetta er hægt í trúnni, þetta er ekkert mál í trúnni. En þetta er kannski hefimál ef þú hefur enga trú. Af því að réttlætið þitt, réttlætið utan trúar, er bara réttlætið þitt. Og hvernig er það? Ég er nú alltaf að stela. Það heitir hjá einhverjum sjálfsbjargar viðleitni. En þegar þú kemst til trúar, þá er þetta orð, það er ekki til í þínu hjarta. Og Drottinn mun vel fyrir sjá. Og þú sem trúið manneski, ef þú horfir yfir, það er gott að horfa yfir sviðið alltaf annars leið. Þá sérðu, mér vantar ekki neitt. Þú ert með allt til alls. Þetta er mín saga. Mér vantar ekki neitt. Ég er með allt það sem ég hef alltaf haft. Og ég er með sjónvarp með þessu. Ég er með vídeo með þessu. Vídeó, já, þetta er allt í stafrænu formi í dag. Þannig að vídeóið er komið út buskan. En maður með þetta allt. Og meira að segja, detti ég það stuð, eða óstuð, að skella mynddiski í fóninn. Mér finnst það gaman. Mér finnst það ágætist afslökkun að setja í góða mynd og ég sé búin að sjá hana 10 sinnum og horfa á hana. Það er hægt að horfa á sömu myndi. Þetta er nú langt síðan ég uppgötaði þetta. Þegar ég var í Neskustad, svo ég talaði aðeins meira um það, þá tók ég upp töluvert mikið upp úr sjónvarpinu og ég vonandi verði ekki kærð að verða það núna svo langt síðan. Það lítur að vera finn. Og ég horfði á þessar myndir aftur. Þá uppgötaði ég það að það er eiginlega jafnvel skemmtilegra að sjá mynd aftur heldur en í fyrsta skiptið, að þá sérðu svo margt í henni sem að þú fór framhjá þér eftir fyrsta skiptið. Nokkru sinnum
horfir maður á hana, svo fyrir þetta er bara eins og með góða bók, þú getur lesið góða bók aftur og aftur. Eins er það með góða mynd, þú getur hort á hana aftur og aftur. En þú náttúrulega velur það sem er gott fyrir þig. Eins og þegar þú ert að velja þér bók, að sér finnst hún alveg svakalega fín, þessi bók, svo myndi ég lesa hana, þetta er leiðilegasta bók sem ég lesið. Segði ég kannski. En þú alveg bara talar ekki meira við mig fyrir það að hafa sagt þetta, því að þeir finnst þú svo góð. Þarna eru við komnir inn á smekksatriði manna. En svo er það líka annað máltæki til yfir þetta, að hver finnst sínu fívillu fegurstur. Þetta er nú töluvert mikill sannleikur. Hver sinn fívill fegurstur. Að því að við erum bara fólk. Og það er einhver til menn eins. Þannig að Guði gert. Hann nefnilega skóp. Guð nefnilega skóp og gerði. Og hann veit alveg hvað þér finnst þér að skemmtilegt. Ég veit, þú trúir því ekki sem ég er að segja. En það sem þér finnst þér að skemmtilegt. Hann hefur allt til þess að fóðra það. Bók, ég elskar þessa bók, mér finnst það svo leiðilega, ég get aldrei byrjað einu sinni á henni, rétt bara fyrst og svo legg ég hana frá mér. En þú alveg búin að lesa hann 10 sinnum, þér finnst það svo góð. En svo með tímanum allavega er það hjá mér, að ég les ekki neitt. Það var bók. Já, meira að segja 2 bækur heima, fínar bækur. Ég hef mig aldrei til að lesa þar. Einhvern veginn er maður svolítið dáinn þessu. Þetta er bara breytingar sem verða með tímanum og aldrinum. Það er ein bók sem ég les alltaf, það er Biblían. Aðra bækur, já, ég er alltaf að fara að lesa þær en það verður aldrei neitt að því. Þannig að það er gott að vera kristinn maður. Gott að vera kristinn maður því leyti til þess að margt sem rjáttlast af manni. Það ert ekki að eiga allt. En eins og vorum að tala um á, þannig að það sem að Guð veit að þú þarft, það líka myndu eignast. Þetta er mín reynsla, þetta er þín reynsla sem trúaðra manneskju og þetta er okkar allar reynsla sem trúaðra mann og kvenna. Og ég sé ekki enn hvað ég er búin að tala lengi, ég skildi ekki, ég bara hreinlega skildi ekki, en nei, það er ekki þetta. Það er alltaf sömu tölunar að það, maður, ég veit ekki hvað er að gerast, maður. En þetta er mér að kenna. Klukkan sem ég nota vanalega til hliðar við mig, hún er á sínum gamla stað. Og það er veggur á milli þannig ég sæi nú gjafara þó og væri þar í gangi. Þannig að þetta er allt saman út allt hjá okkur í dag. Það gerir þetta bara skemmtilegra. Við náttúrulega höfum ekki neitt botið í hvað þessi hefur verið að tala um. En þetta er svona haffiskan í hnotskuld, hún er svona. Við setjast bara niður og byrja að tala og svo vita ekkert hvað þeir eru að tala um. Og þegar svoleiðis er í stakkin búið þá fara það bara reyn í annað. Þetta gerir Reykvíkingurinn aldrei. Hann er miklu agaðri en Hafnfirðingurinn. Þannig að þú sér í þessu ljósi að Hafnarfjarðarbrandararnir, þetta er allt saman bara satt og rétt. En þetta er engu brandarar. Hafnfirðingar bara eru svona. Bráðskemmtilegt fólk. Dularfullir kannski? Nei, þeir eru það ekki. Þetta er ekki satt. Ég hef aldrei kynst dularfullu manni. Menn voru með, þessi væri dularfullur og hinn væri dularfullur maður og þetta var bara okkur lenska. Ég hef aldrei kynst svona manni. Mér finnst bara allir menn bara ágættir. Allir smá skrýtnir eins og maður er sjálfur en það er bara ágætt að vera smá skrýtin. Ekki dularfull, ég veit ekki eins og hvað það er. Dularfullur maður, sýndu mér það. Ég veit það ekki. Ég veit eins og það er að álit manna er alls konar. Þá einhver segir þennan dularfull en þú er ekki þar með sagt að hann sé það. Hvað er svona dularfull við einstakling? Það segðu mér það.
Ég veit það ekki, ég hef aldrei séð það. Hann var nú líklega bara vegna þess að ég er ekkert að spá í það. Ég sé bara mann. Feitan kall, sem sumir segja að hafi lagt af. Já, ég hef lagt af. En eins og ég var að segja á það, þá hef ég ekkert gert í því. En hérna, eins og þetta er ekkert í fyrsta skipti ef ég er að leggja af, ég hafi lagt af. Þetta var alltaf verið svona hjá mér. Maður með bumbum, maður, ólétt kettling. Svo einhverjum árum seinna og hún farin. Og hún er nú komið aftur og farin og svona. Nú er hún eiginlega öll farin. Kannski kemur hún aftur í þetta eins. Ef það leggst aftur í ísinn og hérna gottir í, þá líklega kemur hún aftur. En ég hef ekkert lofur frá neinum það mun ekki gerast. En hérna, hvað eru búin að tala lengi? Ég hef engan tíma á þessu maður. Ég skil ekki af hverju ég sé ekki tíman þarna. Þannig að það er alltaf sömu tölurnar þarna, þannig að það er ekki, ég er ekki að horfa á rétta stað. Það lítur að mæla tíman einhvers staðar hérna í þessu. Það er 55 mínútur, nei, eitthvað það verið. Kannski er ég búin að tala svona ekki. En einhvers staðar verður maður að stoppa og ég stoppa bara núna. Ég sé tíman þegar ég seti þetta í klippiborðið og ég er þið, nú sæl.